Þegar sjómannadagsráð var stofnað árið 1937 var tilgangurinn fyrst sinn að standa fyrir árlegum sjómannadegi. Mikill stuðningur við samtökin leiddi þó til þeirrar ákvörðunar að ráðið skyldi beita sér fyrir byggingu dvalarheimilis fyrir aldraða sjómenn og þar með varð hugmyndin til dvalarheimili aldraðra sjómanna, DAS. Til þess að safna framkvæmdafé var ýmsum aðferðum beitt, svo sem merkjasölu, blaðaútgáfu, söfnun áheita, kabarett og kvikmyndasýningum og rekstri dýragarðs. Þegar nægt fé hafði safnast, hófust fyrstu framkvæmdir á vegum sjómannadagsráðs við byggingu Hrafnistu í Laugarási upp úr 1950. Árið 1953 vantaði orðið fjármagn til áframhaldandi framkvæmda. Árið 1954 var Happdrætti DAS stofnað og markaði það stór kaflaskil. Happdrættið náði strax miklum vinsældum og var fljótt langstærsta fjáröflunarleið félagsins. Fyrstu árin var biðlisti eftir að fá miða sem losnuðu, svo mikill var viljinn til þátttöku. Hlutirnir gerðust hratt og Hrafnista í Laugarási var tekin í notkun árið 1957. Þar með hafði samtökunum tekist að bylta aðbúnaði aldraðra á Íslandi á undraskömmum tíma. Og þetta var aðeins upphafið. Útdráttur í Happdrætti DAS var í þá daga vinsæll viðburður og fólk flykktist gjarnan að til að fylgjast með. Þessir viðburðir tóku oft töluverðan tíma því draga þurfti mörg númer handvirt úr tromlunni góðu upp á gamla mátann. Þá hafa vinningarnir verið afar fjölbreyttir gegnum tíðina. Miðaeigendur gátu átt von á að hreppa bifreiðar og mótorhjól, íbúðir og einbýlishús, báta, dráttarvélar, landbúnaðarvélar, ferðavinninga, húsbúnað, raftæki, innanstokksmuni, geisladiska og jafnvel hesta. DAS hefur bryddað upp á ýmsum nýjungum. Á árunum 1988 til 1990 stóð DAS fyrir skafmiðahappdrætti. Bingolotto hóf göngu sína á Stöð 2 árið 1995 og þátturinn DAS 2000 á RÚV árið 2000 sem síðar breyttist í símahappdrætti 907-2000. Árið 1996 hóf Happdrætti DAS starfsemi í Færeyjum. Færeyingar tóku happdrættinu vel og hafa verið virkir þátttakendur allar götur síðan. Á þeim 70 árum sem Happdrætti DAS hefur starfað hefur það greitt meira en 30 milljarða í vinninga og 10 milljarða í uppbyggingu 8 hrafnistuheimila, yfir 350 leiguíbúða af ýmsum toga undir merkjum Naustavarar ásamt annarri þjónustu. Með stuðningi fólksins í landinu hefur grettistaki verið lyft og aðstaða aldraðra er með því besta sem þekkist í heiminum. Verkefni sjómannadagsráðs taka aldrei enda og Happdrætti DAS er enn í dag stærsta fjáröflunarleið samtakanna. Þessi litli og skemmtilegi leikur hefur í gegnum tíðina tryggt öldruðum áhyggjulaust ævikvöld við bestu aðstæður og þáttaka og stuðningur almennings tryggir að svo megi verða áfram. Til hamingju með Happdrætti DAS í 70 ár.